dag erum við að reynslu aka Ineos Grenadier. Á Bretlandseyjum milljarðamæringur og þessi milljarðamæringur heitir Sir Jim Ratcliffe. Þið mögulega kannist við hann út af því að hann á 2/3 af Austurlandi. Svo eru margir sem að kannast við hann af því að hann er búinn að kaupa 25% í Manchester United. Hann, Sir Jim Ratcliffe, var mikill unnandi gömlu Land Rover Defender bíluna. Svo 2015 þegar að Jaguar Land Rover hættu að framleiða gömlu Land Rover Defender bíluna, þá hafði Sir Jim samband við Jaguar Land Rover og spurði hvort hann mætti kaupa réttinn að gamla Land Rover Defender. Jaguar Land Rover sagði, nei, ekki séns. Þá sagði Sir Jim Ratcliffe, jæja, þá ætla ég bara að framleiða minn eigin bíl. Það er alveg augljóst að Sir Jim og félagar, þegar þeir voru að hanna þennan bíl, að þeir voru með Land Rover Defender á heilanum. Út af því að í fjarska að þá er hann alveg Land Rover Defender legur. Hann er meira að segja það mikið Land Rover Defender legur að Jaguar Land Rover fóru í mál við Sir Jim út af því að þeim fannst hann of líkur gamla Land Rover Defender. En Jaguar Land Rover töpuðu því máli af því að það er ekkert ólöglegt við það að líkjast einhverjum. Svo lengi sem að þú stelur ekki og ert bara að copy-pasta punkt fyrir punkt þegar kemur að hönnuninni. Sir Jim er búinn að ráða alls konar framamenn í bílaiðnaðinum til að hanna og framleiða þennan bíl. Hann keypti gamla Mercedes-Benz verksmiðju í Frakklandi þar sem þessi bíl er framleiddur. Og ekki nóg með það að þessi bíl sé framleiddur í gamalli Mercedes-Benz verksmiðju, heldur er vélin í þessum bíl 6 cylindra 3 lítra BMW dísilvél. Þetta er B57 vélin frá BMW. Þessi B57 BMW 3 lítra 6 cylindra dísilvél, hún skilar okkur 245 hestöflum og skilar einnig 550 Nm að togi. Þetta er greinilega gírstöng beint úr BMW bíl. Svo svolítið fyndið að gírstöngin fyrir háa og lágadrifið hérna, það minnir meira svona stöngur Massey Ferguson 135. Hugbúnaðurinn í aftrekkarkerfinu er hannað upp á nýtt frá Ineos, en allt hardverið hérna, skjárinn og svoleiðis, er líka frá BMW. Það sést bersýnilega hérna niðri út af því að hérna er svona BMW iDrive kerfi. Mér hefur lengi dreymt um það að eiga BMW X5 með 6 cylindra BMW dísilvél og er þetta eiginlega betra út af því að þessi bíl kemst á alla þá staði sem að BMW X5 geti einungis dreymt um að fara. Þessi Trailmaster hann kemur líka standard með difflokkum að framan og aftan. Hann er með háan og lágan kassa og svo er þetta grindabíl. Hann kemur ekki á loftpúðum, hann kemur bara á venjulegri gormafjöðrun og svo er hann með svokallað live axle að framan. Veit ég alveg hvað það heitir á íslensku, mér hafa sagt að það heitir bara fjöðrun. En mér skilst að mekaníkið sé eitthvað svipað og er að finna í Nissan Patrol. Þessi bíl er ofboðslega mikið flikki. Hann er ekkur 2,6 tonn þegar hann kemur á verksmiðjunni, en hann getur orðið ennþá þyngri. Ef þú ert búinn að setja stigbretti og alls konar aukabúnað á bílinn, að þá getur þú léttilega ná honum upp í ekkur 2,9 tonn með alls konar aukabúnaði. Svo er hérna snorkel og það kemur standard á þessum Ineos Grenadier Trailmaster. Svo er hérna svona varnarplata eða skidplate. Þetta ver bílinn fyrir alls konar grjóti og drasli. Þetta er gert úr grjóthörðu járni. Það er líka svona skidplate eða varnarlíf hérna framan. Og undir þessari hlíf hérna er spil. Bílinn kemur standard á stálfelgum og finnst mér hann eiginlega illa nettur á stálfelgum. Þessi 33 tómmu dekk komast undir bílinn án þess að þurfa að breyta honum. En svo er hægt að fá breytingu á honum til að koma undir 35 eða 37 tómmu og kostar það eitthvað rétt rúmar 3 milljónir eða svo. Þessi bíl er framleiddur fyrir bændur og ævintýramenn sem að vilja þeysast hálendin. En sannleikurinn er sá að sennilega verða það bankastjórar og rapparar sem munu vera meiri hluta eigendahópurinn af þessum bíl. Það er svo augljóst að þessi bíl er framleiddur með það í huga að hann eigi að vera utan vegar. Allir takkar hérna eru analog. Það eru engir, mikilvægir takkar inn í afþreyingarkerfinu. Því að allt sem maður þarf að gera, getur maður gert í vettlingum af því að takkanir eru risastórir. Svo svolítið fyndið að það er svona veltigrind í kringum hasartakkan. Það er eins og það gerist eitthvað skelfilegt að maður ýtir óvart á hann og bara
Svo hérna uppi erum við með eitthvað sem að líkist frekar orrustuþotu frekar en hitt. Hérna getur maður svo læst drifinu á framan og læst drifinu á aftan. Svo svona off-road takki sem að gera það að verkum að þá getur maður keyrt og bakkað með hurðina opna án þess að sé að bípa á mann hægri vinstri. Og hérna er takkinn fyrir það að vaða, þar sem hann drepur á okkur dóti svo að maður kæfi það ekki í vélinni. Svo erum við hérna með alls konar svona auka takka sem að hægt að tengja kastra eða spil eða eitthvað svona dóti. Helstu mál þessa bíls eru þau að lægsti punktur á þessum bíl eru 26,5 cm. Vaðdýptin eru 80 cm. Þetta svona Gísla Marteinsveita. Gísli Marteinn, ferðu frá mér og stórum jeppa, 6 cylindra, dísel. Ég hef nú reynda meira gaman að því að flauta á Gísla Marteinn með þessari. Mér finnst engar merkilegt við þennan bíl, það er það hversu mikið maður þarf að snúa stýrinu til að beygja þetta á sem maður fara. Núna er ég búinn að beygja stýrið alveg í lás til vinstri en ég þarf að fara hérna til hægri út af þjóðveg. Og takið eftir hversu marga hringi ég þarf að snúa stýrinu til að koma bílnum út af þjóðveg. Svo er hann álíka lipur og flugmóðurskip. En þetta er samt ekkert eitthvað sem er að trufla mig. Ég ætla að lesa upp aukahlutina hérna og hvað það kosta. Mottur, 37.000, stigbretti. Já, ég myndi kaupa það líka. Þessi bíl er ekki með stigbretti og það er svolítið langt niður og svo bara lukkar það betur. Það kostar ykkur 176.000 kall. Gíðabógar, hverjum er ekki sama. Toppgrind, 348.000. Útilegubógar, hverjum er ekki sama. LED-bar, kaupið ykkur frekar kastara. Litaða rúður að aftan, eru þið frá Selfossi eða dráttarkrókur, 195.000. Ég elskar blæna dýja. Já, ég líka. Er gott að sitja hérna aftur í Bennett? Já. Fullt af plássi, eða ekki?